við Challenger-slysinu í gær hafa verið geysileg heim allan en þó auðvitað mest í Bandaríkjunum. Ástæðurnar eru vitanlega margvíslegar. Yfir geimferðum hefur alltaf hvílt ljómi, menn hafa dáðst að þeirri tækni sem til þarf og geimfarar hafa nánast orðið þjóðhetjur svo að nokkrar skýringar séu nefndar. En langþyngst vegur líklega sjónvarpið. Milljónir og aftur milljónir manna fylgdust með því sem gerðist á sjónvarpsskerminum. Sáu Challenger taka sig á loft og splundrast og leið vissu allir að dagar mannanna 7 borð voru taldir. Í Bandaríkjunum ríkir nú þjóðarsorg og allstaðar eru fánar í hálfa stöng. Fundum í Bandaríkjaþingi var frestað og land allt hafa verið haldnar minningar guðsþjónustur. Og skömmu eftir slysið kom Reagan Bandaríkjaforseti fram í sjónvarpi og ávarpaði þjóð sína. Þessi mynd sem við sjáum nú af einni minningar guðsþjónustunni. Og fáni í hálfa stöng eins og mátti við sjá öll Bandaríkin. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. 19 years ago, almost to the day, we lost 3 astronauts in a terrible accident on the ground. But we've never lost an astronaut in flight. We've never had a tragedy like this. And perhaps we've forgotten the courage it took for the crew of the shuttle. But they, the Challenger 7, were aware of the dangers, but overcame them and did their jobs brilliantly. We mourn 7 heroes. Við syrgjum 7 hetjur. Þetta voru orð Bandaríkjaforseta í áhrifamiklu ávarpi til þjóðarinnar aðeins nokkrum klukkutímum eftir slysið. Forsetanum var greinilega brugðið eins og þjóðinni allri, en óhætt að segja að hér ríki þjóðarsorg vegna atburðanna í gær. Í minni tíð hér í Bandaríkjunum hefur engin atburður fengið jafn mikla og jafn tilfinningarhlaðna umfjöllun og þessi og hefur henni jafnvel verið líkt við þá umfjöllun sem morðið á John F. Kennedy fékk á sínum tíma. Sjónvarp og útvarp voru með stöðuga fréttir af atburðunum í gær og langt fram á kvöld og ekkert lát er á fréttum í dag af leitinni að leifum geimferjunnar en fjölmörg skip og þyrlur taka þátt í henni. Sem dæmi umfjöllun dagblaðan í morgun þá eru 11 fyrstu síðurnar í New York Times helgaðar slysinu. En af hverju veldur lát 7 einstaklinga slíku uppnámi hjá bandarísku milljónaþjóðinni? Skýringar eru sjálfsagt margar og ein af þeim sætt þjóðarstolt og miklir fjárhagslegir hagsmunir. Önnur og sennilega mikilvægari skýring þó sú að gífurlegur fjöldi fólks fylgdist með sjónvarpsútsendingunni frá Flórida og horfði á slysið gerast og urðu þannig beinir þáttakendur í þessum mikla harmleik. Kennari sem var borð og tengsl hans við bandarísk skólabörn hafði líka sín áhrif. Kennarin Krista McAuliffe hafði verið valinn úr miklum fjölda umsækjenda til þess að verða fyrsti óbreytti borgarinn sem færi í geimferð af þessu tagi. Og fylgdust stoltir nemendur hennar heima í New Hampshire með því í sjónvarpinu kennari þeirra steig brosandi borð í geimferjuna. Voru þeir enn að hrópa hvatningarorð til hennar þegar einhver fullorðinn í hópnum áttaði sig á því að ekki var allt með felldu. Óhætt að fullyrða að þessi atburður mun aldrei gleymast nemendahópnum hennar í New Hampshire né öðrum þeim sem urðu áhorfendur að slysinu. Þetta Sigrún Stefánsdóttir sem talar frá Bandaríkjunum. Eins og framkom hjá Sigrúnu Stefánsdóttur þá leitað að hlutum úr geimferjunni á stóru svæði og lagt mikið kapp á að finna sem flesta hluta hennar. Jafnvel smá hluti því þeir kynnu að gefa vísbendingu orsakir slysins. Reyndar hafa komið fram áhyggjur að fólk sem finni smá hluti freistist til þess að geyma þá sem minjagreipi. En hvað sem því líður, talsmenn bandarísku geimferðastofnunarinnar, NASA, segjast enn ekki reiðubúnir að ræða hugsanlegar orsakir slysins og hafa þeir reyndar verið með ásakanir í garð fjölmiðla að þeir sýndu ábyrgðarleysi í vangaveltum það efni. All early indications in the Launch Control Center, the Kennedy Space Center, have indicated that the launch was normal up to approximately 11:40 a.m. this morning, about a minute or so into the flight.
flight controllers in the Launch Control Center here and in the Mission Control Center in Houston were polled immediately after the explosion, reported that they did not see anything unusual up to that point. I am aware and have seen the media is showing footage of the launch today from the NASA Select system. We will not speculate as to the specific cause of the explosion based on that footage. It will take all the data, careful review of that data, before we can draw any conclusions on this national tragedy. 9, 8, 7. Á myndum sem menn hafa reynt að greina telja sumir að afturhluti eldsneytistanksins á ferjunni sjálfri hafi fyrst sprungið og við það hafi hjálparflaugarnar sem notaður eru til þess að skjóta flauginni á loft þeyst sitt í hvor áttina. Ljóst að rannsókn á orsökum slysins verður hraðað eins og kostur en ekki víst að óyggjandi niðurstöður muni nokkuð tíma liggja fyrir. Menn velta því nú mjög fyrir sér hvaða áhrif slysið muni hafa á geimferðaráætlun Bandaríkjamanna. Fyrstu áhrifin eru þegar komin í ljós. Þau eru þau að öllum fyrirhuguðum ferðum út í geiminn hefur verið slegið á frest þar til búið að finna orsök slysins í gær og það getur tekið tíma. En svo hefur þetta áhrif á allar áætlanir en nákvæmlega hver vita menn auðvitað ekki enn. Þetta ár átt að verða mikið geimferðaár, alls áttu geimferjurnar 4 bandarísku að fara 15 ferðir á þessu ári og vinna að margvíslegum rannsóknum út í geimnum. Kannski verður þetta slys líka til þess að Bandaríkjaþing verði tregara á fé til geimferða og geimrannsókna. Þessar rannsóknir kosta mikla peninga. Challenger 1 kostaði til dæmis 1200 milljónir dollara. Og svo kann þetta að hafa áhrif á geimvarna áætlunum Bandaríkjastjórnar verða til þess að menn setji fleiri spurningarmerki við hana. En geimferðum og geimrannsóknum verður auðvitað haldið áfram þrátt fyrir þetta slys. Viðbrögð við þessu slysi hafa komið víða lönd. Í morgun lék sovjíska útvarpið lög eftir Bandaríkjamannin Glenn Miller eftir fréttatíman og segja fréttaskýrendur að þetta hafi verið þeirra háttur á að votta áhöfn geimferjunnar virðingu. Síðar í dag sendi Gorbatsjov, leiðtogi sovétmanna, Bandaríkjamönnum formlegt samúðarskeyti en kveðjur af þessu tagi hafa borist víðsvegar að úr heiminum frá ríkisstjórnum og leiðtogum þar á meðal úr Páfagarði. Það greinilegt að á geimöld nær samúðin heim allan.